allt í ferðalagið. Já, komið sæl. Næsta lag nú leiðin til okkar hérna úr Suðri og kemur til með að fara að hafa áhrif á okkur annað kvöld og síðan stjórnarnar veðrinu hjá okkur bæði á þriðjudaginn og miðvikudaginn, kemur sér svo fyrir inn á Grænlandshafi. En síðan sjáum við hérna tvær lagðir suður í hafi sem eru á leiðinni til okkar, þannig að við getum sagt að næsta vika munir nú svona stjórnast að leiða gangi, en það verður nú alltaf svona einhver pása á milli. Ef að við skoðum hitasviðið að þá erum við svona í svölu lofti og hitatölurnar svona nálægt frostmarkinu, en með læðinni sem kemur á morgun að þá fáum við mildara loft og förum að sjá alveg 3-4-5 stiga hita og síðan milt loft hérna á sveimi í kringum okkur og þetta þýðir það að væntanlega getum við svona búist við því að hitatölurnar verði svona almennt yfir frostmarkinu og svona kannski 4-5 stiga hiti svona meira og minna út vikuna. En í fyrramálið að þá verður staðan svona, það svona nokkuð stíf suðvestanátt eða sunnanátt vestan til á landinu, almennt bjart veður landið norðanvert og einnig á Vesturlandi, þungbúnara hérna suðaustan til og það svona frost, svona vægt frost mjög víða á landinu. Síðan þegar líður á daginn og læðin fyrir að nálgast okkur úr suðri að þá fer nú svona að þykna upp og svona aðeins að byrja að hlýna hjá okkur og það verður nú einhver éljagangur landið vestanvert á morgun, en síðan svona annað kvöld þá við sjáum svona glitta í þennan bakka hérna fyrir sunnaland sem skilin þá frá lægðinni og það fer þá væntanlega snjói hérna sunnanvert landið annað kvöld og síðan breytist það nú fljótt í rigningu. Og á þriðjudaginn að svona hádegi á þriðjudaginn að þá eiga þessi skil að vera komin yfir, við sjáum aðeins glitti yfir þarna á Vestfjörðunum þar sem verður svona talsverð rigning hádegisbilið, en við sitjum eftir í nokkur stífri suðaustanátt og eins og sjáum að þá eru hitatölurnar komnar upp í 5, 6, 7, jafnvel 8 stig, þannig að það verður svona þokkalega milt veður hjá okkur, nokkuð bjart land og þurrt landið norðanvert, en úrkomur samt hérna sunnanlands og það má alveg gera ráð fyrir að hún verður nokkuð stíf suðaustanátt og hún geti jafnvel slegið í storm, en sjáum til þegar líður nær þriðjudeginum. En síðan á miðvikudeginum að þá nú svona sjálflagða miðjan á hún að hérna vera við suðurströndina, áfram verður milt í veðri en getur alveg gert ráð fyrir því að það verður nokkuð úrkomur samt víða. Ef að við skoðum hvað að gerast í kringum okkur að þá háþrýstisvæði hérna yfir meginlandinu, sjálf hæðin hérna yfir norðursjónum og tegir sig hérna suðurbóginn, almennt bjart og svona fremur svalt í álfunni, en svona á Balkanskaganum nú kalt og þungbúið og víða rigning eða slitta eða snjókoma. Á Ítalíu svona einhver úrkoma svona sunna til, en mun bjartara á norður Ítalíu. Og síðan nú þokkalega þurrt og bjarta í Portúgal, en aftur á móti rigning hérna austan til á Spáni og fínasta veðra í Frakklandi þó að sínum svona fremur svalt. Og síðan ef við förum til Kanaríeyja þá nú norðanáttin að ganga niður og var fínasti dagur þar á morgun, ekki neina vætu að sjá, léttskýjað eða heiðskýrt og hitatölurnar svona nálægt 20 gráðanum. Ef við förum vestur haf að þá nú mjög hlýtt loft hérna sem streymir hérna upp með austurströndinni og það sjáum hérna 26 stiga hita í Washington og 20 stigum í New York, en síðan aftur á móti hérna vestan við þennan hlýja loftmassa nokkuð öflug skil og þau kemur til með að fylgja talsverð mikil úrkoma og jafnvel þrumið veður. Síðan aftur á móti förum vestur á bóginn að þá fínasta veður og bjart og hlýtt hérna í Kaliforníu. En á morgun hjá okkur það verður sem sagt svona suðvestlega átt að verða einhver éljagangur landið vestanvert, það verður svona bjart yfir fyrirhluta dagsins, en síðan þyknar upp þegar að líður á daginn og fer nú væntanlega að snjóa hérna við suðurströndina, en eins og ég sagði það breytist í rigningu annað kvöld og aðra nótt. En sko láta þetta duga að vera í kvöld, verið sæl.